Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Komin á kreik á nýjan leik eftir stutt stopp, en hér fjölbreyttur þáttur framundan og þetta helst í honum. Í þættinum hittum við söngalska fjölskyldu í Grindavík sem duglega að taka lagið þegar hún ekki í fiski. Við förum í hljóðverið Paradís í Sandgerði og hittum bassaleikara innar þekktu hljómsveitar Messaforte. Við setjumst við taflborðið en 200 ungmenni tefldu á skóla skákmóti í Stapaskóla í Reykjanesbæ. Við förum á vortónleika með Karlakór Keflavíkur en byrjum þáttinn við taflborðið. Það vantaði ekki áhugann hjá 180 krökkum sem mættu á skóla skákmótið sem fór fram í Stapaskóla í síðustu viku. Keppt var með klukku og hver leikur var 5 mínútur. Nemendur grunnskóla á Suðurnesjum á yngsta mið- og unglingastigi settust við skákborðið og léku 6 umferðir. Í yngsta flokki sigraði Magnús Máni Daðason úr Heiðarskóla. Ingi Rafn Davíðsson, einnig úr Heiðarskóla, vann á miðstigi og Þórarinn Ræjan úr Gerðaskóla endaði í efsta sæti á úlingastiginu. Við fylgdust með loka skákinni hjá honum sem hann vann nokkuð örugglega. Ertu dullur að tefla? Já, stundum. Þú verður svona kunni eitthvað? Já, ég ágætis. Þú horfðu skák hjá ykkur? Já, bara góður leikur. Já. Hvernig gekk í mótinu? Bara mjög vel. Já. Vannstu flestar skákir eða? Já, ég myndi segja það. Já. Bara fínir leikir. Hvað eru svona margir í kringu því á þessum aldri að pæla í skák? Nei, bara ég á nokkra vini sem í og hanga bara með þeim. Og eru það að tefla flesta daga? Nei, bara stundum svona. Já. Og hvar þá? Bara í skólan. Já. Og eru margir í skólanum að tefla? Nei, ekki margir bara. Ertu að fylgjast með, sérðu fyrir þér sem skákmann þegar þú verður eldri? Nei. Ekki? Nei, fótboltamaður. Fótboltamaður? Já. En það nú merkilegt hvað eru mjög margir í þessu móti hérna. Já, ég er saman. Ég var ekki búist við svona margir. Já. En ertu að fylgjast með skák? Áttu einhvern eftirlæti skákmann eða slíkt? Nei, ég bara, jú, Magnús, hann skemmtilegur. Norðmaðurinn? Já, ég er ekkert að fylgjast með skáki, ég bara leika mér. Já. Margir að tefla hér í dag, hvað kemur til? Já, ótrúlega margir. Kom verulega óvart. Áttum ekki von á svona mörgum þáttakendum. Fór fram úr okkar viltustu vonum. Hátt í 200 keppendur. Er það ekki svolítið magna frá hvað mörgum skólum? Líklega 5 skólum af svæðinu. Við náttúrulega gerum þetta ári og fáum þá fleiri skóla og höfum þetta ennþá stærra. En er þetta í fyrst skipti sem þetta haldið eða? Þetta hefur verið í svona ládeyðu, ég skal ekki segja söguna, en allavega í þessu formi að fá skáksambandi til okkar og aðstoða okkur við þetta, mér finnst það alveg vera meira áttar. Hvernig gerist þetta? Þið fengu þá með ykkur og það eru hérna klukkur á öllum borðum og þannig að þetta nú verið svolítið vinna að fá þetta allt saman, öll töflin. Já, það náttúrulega kemur sér vel að eiga góða menn að þar og fá þá svona vana skákstjóra til þess að stýra þessu. Það hægara sagt að hann gert að stýra svona fjölmennum krakka skákmótum, sko. Hvað voru þetta gamli krakkar sem voru að tefla þetta? Yngsta stig, 1. til 4. bekkur, þar voru 40 krakkar. Miðstigi, þar voru við með, slagaði 80 krakka. Og úlingastigi allir þetta ekki verið svona tæpilega 60, svona cirka bát. Er eitthvað af þessum ungmennum að gera þetta ykkur alvöru eða er þetta bara svona almennur áhugi? Já, skákin virðist eiga svona pínu inn í augnablikinu sem frábært. Það eru ansi margir skólar að kenna skák, það bara heyrist mismikið af því. Við erum til dæmis með skák hérna hjá okkur og líka skákklúbb sem allir mega koma í. Og við viljum alltaf bara, ef menn hafa áhuga, þá þeir velkomnir. Þannig að það hægt að byrja mjög snemma í skákinni? Já, það hægt að byrja mjög snemma. Ég myndi segja að ídeal, 3. bekkur, þá þetta orðið bara steinleikur þetta. En svo náttúrulega skákin þannig að þetta leikur fyrir bindur saman kynslóðir. Þannig að afi getur telt barnabarn og svo framvegis, sko. Og amma líka.
Eru þið þá að kenna þeim bara strax í upphafi mannganginu og náttúrulega kannski einhverju kunni þetta? Já, við byrjum alltaf að kenna mannganginu og hjá yngstu krökkunum þá notum við svo kallar stigaskák. Þá eru taflmyndir með ákveðið vægi og þá náttúrulega þau læra manngangin þá þurfum við að reikna líka þannig að flétta saman við stærðfræði og svo höfum við þannig að þú farð aldrei 0, þú farð alltaf eitthvað fyrir þinn snúð. Það skiptir oft máli að sá sem vinnur fær 2 stig, sá sem tapar fær 1 stig. Þannig að það ekki öll veginn úti, sko. Það hjálpar til. Síðan í framhaldinu þá kennum við aðeins byrjanir og miðtöfl og endatöfl og svona fullt af skemmtilegum orðum sem tilheyra skákinni líka. Þannig að þetta bara gaman. Þetta skemmtilegt? Já. Og kanntu reglurnar? Ekki allar. Nei. En það eru nokkra stelpur þetta, ekki? Jú. Í hvaða bekk þú? 3. Var búið að kenna þér eitthvað í skák áður en þú komst núna? Já, ég á skák heima. Það tefla heima? Við foreldra þína? Já. Og hvernig gekk þér í þessari skák? Bara vel. Úlfur, ertu duglegur skákmaður? Já, ég tefla á hverjum degi og æfi minnst mikið og ég get. Hvaðan kemur þessi skák á þig? Bókasats maðurinn sem vann hérna í 7. bekk, hann vildi alltaf tefla með mér. Og já, það er bara það sem áhugin kom frá. Og ertu mikið í skák? Nú verið þið hérna í svona hálfgerðu skólamóti en ertu að tefla á hverjum degi? Ég er að tefla á hverjum degi með heima, já, en það er ekki hægt lengur að tefla hérna í frímínum út að það var tekið all skákborðin og það var alltaf tínetliðum inn á bitunum. En já. Er þetta skemmtilegt? Þetta er alveg mjög skemmtilegt. Ég er búinn að vinna 4 umferðir, tapaði 1 samt. Hvað ertu að gera þetta alvarlega? Eru menn strákar á þínum aldrei fattin að pæla virkilega mikið í skák, þú veist, í byrjunum og öllum fjandarnum sem í þessu? Ég hef allan ekki hitt neitt annan nema einn af vinum mínum sem er að tefla með mér. Ég er samt auðvitað betri en hann, en ég er að læra, já, ég hef ekki hitt annan sem er að læra jafn margar opnunar og ég. Sástu takta hérna? Er einhverjir framtíðar stórmeistarar hérna? Ég hef ekki segjað það að æfingin skapa meistarann. Eflaust eru hér einhverjir sem voru að stíga sín fyrstu skrefi, svona skemmtilegu móti, taka þetta með sér áfram og ef áhugi fyrir hendi, þá getur ýmislegt gert og gott hugafar. Þá, já, við skulum ekki afskrifa neitt, en eins og segi, æfingin 1, 2 og 3. Tónlistarmaðurinn Jóhann Ásmundsson er líklega þekktastur sem bassaleikari í hljómsveitinni Messoforte. Þegar hljómsveitin gaf út sína fyrstu plötu árið 1979 fekk Jóhann strax áhuga á upptökustjórn sem leiddi af sér að árið 2012 lét hann slag standa og stofnaði Studio Paradís ásamt Ásmundi syni sínum en sá piltur er hörkugóður trommuleikari. Eiginkonu Jóhanns er Sigrún Kristjánsdóttir, systir hins eina sanna popgóðs Péturs Kristjánssonar heitins. Þar að leiðandi var tengdapabbi Jóhanns sjálfur Kristján Kristjánsson úr KK-Sextet. Kristján var ættaður frá Syðstakoti, rétt fyrir utan Sandgerði og Jóhann og fjölskylda fluttu þangað í fyrra og má segja að þau séu komin í Paradís. Jóhann fór yfir uppaf skref hljóðversins og hvað þeir feðgar geta boðið áhugasömum lagahöfundum upp á. Það er eiginlega bara fyrsta skipti 2012 að við settum upp, en ég er náttúrulega búinn að vera í stúdíum eiginlega alveg frá því að Messoforte tók upp fyrstu plötuna 1979. Þá vorum við hljóðrita í Hafnarfirði og svo vorum við búin að fara út allan heim og vera í stúdíum og þannig að ég hafði alltaf svona mikinn áhuga á þessu svona stúdíumálum og var búinn að koma mér upp svona fyrir löngu síðan svona aðstöðu bara sjálfur heima sko. En svo ákveðum við 2012 og þá var sonur minn Ásmundur, þá ákveðum við að fara saman og setja upp stúdíu og vorum að vinna það allan tíma saman og hann er ennþá að vinna hérna með okkur. Já, þannig að þú varst bara þannig sé áhuga maður þetta því að nú veit ég margar sem hafa verið að taka upp tónlist og hafa farið inn í stúdíu en þeir myndi ekki þekkja þessu snúruna frá hinni en þú bara hefur alltaf haft áhuga. Já, þetta er svona áunnið í gegnum tíðina bara og eftir að þú veist þetta fór að verða þannig
að þú veist, áður fyrir þurfti alltaf að kaupa alveg rosalega dýra græjur sem kostuðu sko 10 milljóna, þetta var rosa mikið mál sko. En svona eftir þetta fór inn í tölvurnar og allt þetta dæmi þá var það svona viðráðanlegra. Og við vorum að leigja líka húsnæði í bænum, það kostaði nú eiginlega dýrasti hlutin af þessu öllu saman. Þannig að það var alveg frábært að koma hingað og komast í eigið húsnæði. Það ekki einmitt dálítið talað um það að fyrir bara þá sem að vilja taka upp tónlist og vilja þá væntanlega koma henni á framfæri. Það erfiðar í dag að fá spilun, að það eru allir að búa til tónlist og amma þeirra líka. Já, ég meina það hefur alltaf verið. Það hefur alltaf verið fullt að liða að búa til tónlist, sko. En það eins og segir, það er orðið miklu erfiðar að koma inn á framfæri heldur en áður, sko. Já, nú erum við í bara mjög flottu stúdíu hérna, en þú getur nánast verið inn í herbyggi heima þér og að því græjurnar eru orðnar það góðar, er það ekki? Jú, það sko, þetta er orðið það færanlegt. Já. Og hérna, þú veist, getur tekið upp bara hvar sem í rauninni. En það sem að við náttúrulega erum að reyna að hafa hér er að það geta menn verið svona heil hljómsveit að spila saman og allt þetta sem að kannski aðeins flóknara ef maður er bara heima. Eins og ég segi, við reynum alltaf að gera okkar besta til þess að svona þetta komi vel út fyrir þá sem eru að koma hingað, sko. Og hérna, við hefum spilað hjá mjög mörgum sem að hafa verið að gera lög og það er engin rosalega mikið kvarta, sko. En, meni, þetta er hérna... Það er væntanlega gaman fyrir ykkur að geta tvinna það inn í... Já, það er svona, við bjóðum upp á það að þú kemur bara hingað og þú kaupir bara stúdíótíman af okkur og við erum hérna bara til taks, sko. Og þá er það allt frá bara lagahugmynd sem er kannski ekki neitt og þið útsettið þá með viðkomandi og... Já, við bara vinnum þetta saman, sko. Og þú veist, það er raunin þegar þú kemur hingað, þá áttu bara að kaupa hérna reynslu og eitthvað svona sem að hefur safnast upp gegnum árin og við reynum að miðla því til þeirra sem er að kannski koma í fyrsta skipti eða annað eða þriðja, þú veist. Og þið mynd bara bjóðið upp á bara, það er bara eitt verð bara yfir línuna saman hvort þú ert að spila bassan eða hvað. Við skilst á sumir tónlistamenn rukka ákveðið þá mikið fyrir að spila hérna og annað fyrir en þið bara erum eitt ríkisverð bara á allt. Já, það er, þú veist, það er ekkert hægt lengur. Fólk ræður ekkert við að vera að borga mikið af peningum í þessu, sko. Það er svona reynum við bara að gera sem mest úr hverjum tíma fyrir sig. Já. Jóhann er á meðal bestu bassaleikara landsins en hann hefur verið meðlimur einnar vinsælustu hljómsveitar íslenskrar popsögu frá upphafi, Messoforte. Já, hún er kannski á meðal þeirra, sko. Ég meina, við vorum kannski í þeirri stöðu að við vorum fyrsta hljómsveitin sem að svona komst á erlenda marka, við kannski ekki fyrsta hljómsveitin sem að reyndi það, sko, en við vorum svona fyrsta hljómsveitin sem að kom með lag sem að fór inn á vinsældarlista og svona. Garden Party náði mjög langt á sínum tíma. 1983 gerist það. Og þið búið í Englandi, hvað, 2 ár? Já, við fluttum út 83 en við höfðum verið að fara út áður til þess að taka upp plötur og það svona lá einhvern veginn beinast við að fara til England, sko, sem að kannski eftir á hefði verið sniður að fara eitthvað til Skandinavíu eða eitthvað svoleiðis en það var svona miðja alheimsins í tónlist þá. Og menn og sú hljómsveit er ennþá á lífi? Já, það er bara rúm 45 ár komin. 45 ár? Já. Og hvað er það að spila oft á ári, svona meðaltali? Það getur svona 15 til 25 sinnum, það er svona misjafnt. Við erum ekkert að sko, þetta er svona orðið meira bara við tökum smá tíma í að sinna hljómsveitinni og förum erlendis þegar að vera að biðja það að fá okkur, sko. Já, og þá kannski nokkur gig bara þá. Já, en við erum ekkert svona einhvern veginn að harka þetta sjálfur. Við bara svona látum þetta gerast.
Jóhann fór á lokum betur yfir Studio Paradís, hvaða nafni kemur og dásamaði másinn Pétur Víglund Kristjánsson sem féll frá allt og snemma árið 2004, einungis 52 ára gamall. Studio Paradís þannig að við erum búin að safna í gegnum hennan tíma síðan að við byrjum 2012 bæði hljóðfærum og mikrofónum og græjum og öllu sem þarf. Þannig að við erum alveg með stúdíó sem getur gert allt í rauninni. Við getum tekið upp mjög margar rásir í einu og alveg topp tækni sem við bjóðum upp á og tölvur. Og menn á greinilega búið að innrétta þetta þannig að þetta hentar mjög vel varðandi hljómburð. Já, algjörlega. Og hannað út frá því sjónarmiði. Við vorum bara saman í að vinna í þessu og finna það út hvernig við vildum hafa þetta og þetta allt bara mikið svona tré en við ákvæmum að í staðinn fyrir að vera að skipta niður í herbyggi þá ákvæmum við að hafa bara þetta eitt stórt herbyggi. Bæðið svona upp á að hafa hljóminn opinn og fyrir trommur og önnur hljóðfæri og svo bara menn með heyrnartól þegar við erum að spila saman og þetta svona, það má eiginlega segja að þetta sé hágæða upptöku aðstaða með gott útsýni. Já, erum við sjóinn og annað, þannig að krafturinn frá hafinu skilur sig hingað. Já. En nafnið, venum við kannski að fá að spyrja út í það, Paradís, var póker eða eitthvað Pelikan, eitthvað svoleiðis sem kom til greina? Málið það að konan mín, Sigrún Kristjánsdóttir, hún dóttir hans Kristjáns og systir hans Péturs. Dóttir Kristjáns Kristjánssonar. Já, Kristjáns Kristjáns. Það var ekki að tala blúsarann Kristján, heldur. KK gamla, KK 60. Hún var með fyrirtæki, eða sem sagt við vorum með fyrirtæki í bænum sem að þegar hún ákvaða að stofna stofu sem sagt var komið húsnæði og þá spurði hún bróður sinn hvort hún mætti ekki kalla þetta eftir hljómsveitinni. Og það þess vegna fekk Snyrti og nuddstofan Paradís nafn. Og það sem þetta nú fjölskyldufyrirtæki þá lá beinast við að kalla þetta Studio Paradís þegar við byrjuðum 2012 og þetta eiginlega hann Pétur fór allt og fljótt frá okkur, bara 52 ára gamall þetta var alveg hræðilegt að missa hann og okkur, við vorum öll sammála það, þetta var bara þetta væri svona hálfgerður minnisvarði Pétur. Minnisvarði heiðursvottur til hans. Já, við höfum hans hluti í hávegum með myndir af honum og myndir af hljómsveitunum. Ég meina jakkanir, menn 18 grínlega jakki? 17 grínlega jakki. Nei, þeir eru velgeymdir annars staðar. Þeir eru velgeymdir annars staðar. En ekki þá allar líkur á því að hans andi svífi þá yfir? Algjörlega. Það þannig að þó að hann fór 2004 mér aldrei fundist hann hafa farið neitt langt hann alltaf með okkur. Maður hugsar svo oft til hans og talar svo oft hann og við vorum einmitt í fyrra í október vorum við að halda upp á 70 ára afmæli hans sem þetta hefði átt að vera 2022 í janúar en það var náttúrulega COVID en þannig að við þurftum að færa það en við heldum alveg mjög skemmtilega tónleika þá í Bæjarbíói og komu margir af hans gamlu vinum og spiluðu og alveg rétt. Það var æðislegt. Hvernig var fyrir þig þegar þú ert búin að kynnast þú ert búin að kynnast konuðinni, systur Péturs og ferð svo að spila? Nei, ég kynntist Pétri fyrst. Þú kynntist honum fyrst, já. Hvernig var fyrir hvað? 16, 17? 17 ára gamall að spila með þessu popgóði? Það var rosalegt, Og þú jafnvel með bara, svipaðan stjörnuglamp í augum og ég með núna? Nei, ég meina, Pétur var bara náttúrulega, að þegar maður kynntist honum þá, fannst manni að maður búin að þekkja hann í langan tíma, maður var fljótur og hann var bara frábær
maður að vera með, sko. Og, Ekki til stjörnutaktar, hef ég heyrt. Nei, algjörlega ekki, sko. Hann fannst bara, þú veist, hans líf var bara músík, popmúsík og þegar hann var að vinna í plötunum hjá Steinari og því og það var þetta og sjálfur með plötu sölu og þú veist, þetta var það komst ekkert annað heldur en músík hjá Pétri, sko. Og skemmtilegheit. Og skemmtilegheit. Já. En já, þetta svona eiginlega, já, þetta Studio Paradís svona minnisvarði hann líka. Og andinn svífur hér yfir völlum. Já, algjörlega. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Hjónin Páll H. Pálsson og Margrét Sigvarsdóttir, oft kennd við sjávarútvegsfyrirtæki Vísi HF í Grindavík, gerðu fleira en reka öfluga útgerð, en tónlist skipaði ávallt stóran sess í lífi þeirra og barnanna. Margrét var einkar tónelsk og ekki nóg með að hún hafi verið frábær píanóleikari og söngkona, þá samti hún líka lög og ljóð. Börnin þeirra hafa undanfarin ár haldið heiðri foreldra sinna á lofti með glæsilegum tónleikum sjómannahelgina, en þar eru sungin sjómannalög ásamt því að perlur úr kistu Margrétar móður þeirra fá að fylgja með. Systurnar Margrét Kristín Svangvít og Sónlí fóru í gegnum tónlistarsögu fjölskyldunar. Hún kemur svolítið úr ættin hennar mömmu. Mamma alin upp í Flóanum og systkini hennar voru alltaf syngjandi, alveg sama hvar var. Þær voru með band sem hét Engjarósir, það var sönghópur og bræðurnir voru Ragnheiðarstað bræður, þeir fórum allt og spiluðu og sungu á böllum og Engjarósir og systurnar voru með stundum og stundum ekki. Mamma kemur svo suður, giftist pappa sem sjómaður og hún heldur áfram að syngja og hann styður við hana í söngnum. Svo flytjum við til Grindavíkur. Hún var farin að semja lög í Keflavík og farin í tónlistarnám, bæði söngnám og píanónám. Og svo flytjum við til Grindavíkur og þar heldur hún áfram. Þannig að það hefur alltaf verið að spila og syngja á heimili okkar. Og mér, ég bara skilst það, allar veislur, fermingarveislur, barnaafmæli eða eitthvað, alltaf tónlist. Jú, ekki segja það. Ég allavega, sko minningin hjá vinum okkar að þeir komu það fékk enginn eiginlega að koma heim og leika með okkur öðru sem að vera að dreina píanóinu og það var sungið og við vorum örglega allar bjóti band með okkur öllum systrónum sko með vinahópunum sko. Þannig að til dæmis voru ég og mína vinkonu, við eruðum Víkurósir og sungum gamlu Engjarósarlögin. Þannig að, jú, það mikið sungið í veislum. Okkur leiðist ekki að tróða þau. Það sést langa leiðir. Svangveit, þú ert næst í röðinni af ykkur systrónum. Sko, hvenær byrjið þið að koma svona fram þið systkini? Heyrðu, það nú bara ártöl, Margrét. Ég held að hún sé... Já, við náttúrulega, sko, þetta 4. árið sem við erum að koma fram hérna á bryggjunni með þetta prógram, en við höfum svona ofta á sjómannadaginn höfum við svona skellt upp smá tónleiku bara í fyrirtækinu okkar, bara í Vísi og verið bara með opið hús og fólk bara svona komið og farið og svona, en þetta svona 4. formlegu tónleikarnir okkar sem við erum að gera þetta núna. Getum við ekki sagt að Bakkalóbandi var til á menningaviku hérna eitt árið, þá var til nafnið, það var sunguð í Kvikunni og á menningarvikunni þá. Það var svona... 2014. 2014. Já, og þá sögðu mamma með. Já. En það eitt að svona, halda tónleika og koma fram, en þið hefði gert gott betur. Þið hefði gefið út plötu, með hvaða lögum? Lögum móður ykkar eða ekki? Við erum á því að taka upp lög sem að mamma samdi og samdi þá, hún var búin að semja mörg lög, falleg lög sem að hún samdi bara hérna á Suðurnesjum. Hún samdi enginn í sveitinni, nei. En allavega, já, en það ekki með. En við allavega vorum, bara 2012, áður 10 sem við gefum út. Og mamma nær að vera með okkur og vera vitni og hún þá að sjá okkur syngja lögin hennar. Við vorum aðeins að segja að fara með henni upptöku því að hún hélt samt röddinni rosa lengi. En
Við vorum hérna, það var ofsalega gaman að syngja lögin hennar. Sungum það í áttræðisammæli. Já, þetta var áttræðisammalis. Þetta var sérst, hérna, hún gaf út disk á áttræðisammælistaginn sinn. Gera aðri betur. Já, það er bara þannig með börnunum. En byrju, hér í dag eru einhver þannig lög eftir hana, eða er þetta bara verið að heiðra sjómanninn í dag? Já, við erum með 2 lög eftir hana og það er hérna, fyrst má nefna Söngur sjómannskonunnar sem er alveg einstaklega fallegt lag sem mamma samdi til pappa þegar hann var út á sjó. Og það er alltaf svona sérstök tilfinning á fyrir okkur að flytja þetta lag og sérstaklega hér í dag á bryggjunni því að hér erum við bara með útsýni yfir hafið og horfum á skipið og þannig að þetta er okkur hérna mjög hjartfólkið þetta lag og svo erum við með eitt hresst og skemmtilegt svona sunnan með sjó svona sem að við hérna stígum vildan dans með þannig að við eiginlega bæði tökum sko ætlum að hérna fara í svona já ástina og bara lífið og dansinn og þetta sem að hérna það sem hún samdi og skrifaði En byrju, þetta byrjar hér í dag, sjómannadagurinn og hvað, er það svo bara hringferð landið og síðan bara heims yfiráð? Það fer að koma að því sko, við bara erum að undirbúa það sko en náttúrulega svo sjómannalögin sko, lögin hans pappa, þau eru hérna á þessu sjáðu þið. Þetta er sko diskur 2 og við erum hérna með eðal hljóðfæraleikurum og þannig að við eigum eftir að túra, eða ekki? Jú, við erum að fara. Og lögin sko, pappi hérna, hann var svo meira hérna á sjónum og í fiskverkun og öðru, þannig að hann samdi ekki mikið af lögum, þannig að við fórum þá leið að hérna velja upp á hals sjómannalögin hans. Þannig að það er líka rosalega gaman að flytja þau, því þetta eru alveg einstök lög sem að ég held að bara allir sem að tengjast sjónum elski. Bræðurnir Páll og Pétur eiga skemmtilegar tónlistarminningar frá æskuárunum. Svo lengi sem maður man, þá var mamma syngjandi í eldhúsinu, óperusöng og alls konar aríur. Og svo ef það kom einhver í heimsókn, sérstaklega systkini hennar, þá settist hún við píanó og þá var sungið. Það var sungið miklu meira heldur en það var talað. Aldrei áfengi bönd, það var bara sungið, píanóið. En ykkar faðir, hann er ekki tónlistarmaður í grunninn, en hvað, mamma eitthvað var fljóta smittan? Já, hann var, ég segi hann verið launi tónlistarmaður, en hérna, við erum alveg fyrir það að í fermingarveislum og allt þegar systkini mömmu komu, þá var sjálfsagt að við heldum það væri bara hjá öllu fjölskyldum. Þá stæði menn í kringum píanó, 10-15 saman og sungu lög úr sveitinni og þetta var bara eins og hlutirnir átti að vera og svo heldum við þið bara áfram þegar við urðum unglingar. Og sko þetta konsept, þið systkini saman á sviði í dag, tengdasynir, afabarnið er á hljóðunu, hvenær byrjaði þetta? Ef manni finnst það að vera 2-3 ár, það er 4-5 ár. Þetta er bara þróast í þetta er umleikis okkur allstaðar og er svo eðlilegt einhvern veginn í okkar huga. Þetta koncept að syngja sjómannadaginn, var það ekki við byrjuðum að syngja þarna upp í vísir. Þar var sungið bara svona fyrir þeir sem voru að labba framhjá, runna á hljóðið. Þá bara stiltum við fyrir utan og tóku fólki sem var á leiðinu á svæði og sungu fyrir það. Þannig að við höfðum einhverja þörf fyrir að sýna okkur. Og ekki nóg með það að þið blásið saman í flotta tónleika og bara þetta eru metnaðarfullir tónleikar. Ég er búinn að heyra í ykkur hérna í svona soundchecki en þið hefur líka gefið út ekki bara eina plötu heldur 2. Hvað er hvað 3. platan á leiðinu og hvað verður það frumsamið eða? Sko fyrsta platan var frumsömu lög til mömmu, lögin hennar mömmu. Seinni platan er svo lögin hans pappa sem eru svona valin rómantík sjómannalög sem hann hélt upp á
Já. Og menna, allt er þegar þrenntir segir einhvers staðar. Eru þið byrjað að semja? Það er ekki bara næsta kynslóð. Næsta kynslóð verður bara að taka við. Og þið lofið væntanlega bara frábæri skemmtun hér í dag? Já, ef að fólk hefur jafn gaman að þessu við, þá er enga kvíða. Þeir eru fræknir fiskimenn og fórstuð úr sjá. Mitti öllum heiminn, þeir halda sín heim. Þeir segja hennar Systkinin ná ekki alveg að sjá allan hljóðfæraleik sjálf en þurfa ekki að leita langt yfir skammt. Já, þetta er bara gaman og þess vegna náttúrulega erum við að taka þátt í þessu aftur og aftur og þetta er svona undið svolítið upp á sig, byrjaði smátt og hefur svona verið, undið upp á sig, en gaman. Sæli, þú ert algjör reynsluhundur í þessum tónlistarbransa. Hvernig er að koma inn í þetta og gera þetta með þinni konu og bara hennar systkinum? Já, það er svona svolítið öðruvísi heldur en í flestum öðrum hljómsveitum en það er fjör alltaf í þessum vera með þeim. Svaka pressa á Sæla, sko. Hann heldur okkur á floti, sko. Já, myndi einhver segja að Sæli er Sæli svona besti, jafnvel svona hljóðfæraleikarin í þessu eða hvað? Ég held að... Myndi ég nú ekki segja. Já, ég ætla ekki að rífast við það. Það er bara þannig. Guðjón, það er auðvitað yndislegt að hafa afa barnið. Hvernig, og þú kemur að þessu sem, bara hljóðmaður og annað. Er ekki bara virkilega gaman að taka þátt í þessu? Það er alltaf gaman að fylgjast með þeim og bara fínt að geta lagt eitthvað að mörgum. En svona sem gæði, nú ert þú hljóðmaður og þú ert að hljóða hin og þessi bönd. Hvað reytar þessa hljómsveit? Þetta er sko besta gig ársins, það er alltaf svoleiðis. Og svo er náttúrulega gaman að því, ykkar grunnur, ykkar feðga, liggur nú meira, þú ert nú síðhærður proggari. Þessi tónlist er dálítið frábrigðin þannig að Svenni, ég spyr þið nú kannski, hvernig er að spila þetta versus einhverjar fáránlegar proggtalningar? Þetta er svona, það er ekkert eins samt, sko, þó að menn myndi kannski halda að vera ógeðslega einfalt, þá eru nú sumir af þessum köllum sem sömdu þessu lag búin að gera þau nokkuð flókin, sko. Þannig að sumt af þessu er flóknari en maður heldur, sko. En proggið er auðvitað alveg sér á báti, sko. Og hvenær gerir þið ráð fyrir að bjóða upp á bara svona krúsiglingu, þar sem verður boðið upp á lögin hennar mömmu og allt þetta og fólk þyrpist í? Það er spurning. Á ég að svara þessu? Já, þetta er náttúrulega góð hugmynd. Það er nógur á bátunum hérna. Já. Taka eitt línupunkt undir þetta bara. Guðjón, ef útið það fer, þá nennir þú ekki að vera í hljóðinu, þá ætlar þú að vera á gítar eða ekki? Ég hugsa það er rosa erfitt mix allavega, með vélahljóðið í bakgrunnum. Líkt og létt báran skrekk, bátnum gefur, ljúfur talandi fjærlegir kló. Ekkert hik ástagsblik, örnum vefur, hlýð og grunn, haf og sund, hvíta og skútan skriður. Karlakór Keflavíkur fagnar 70 afmæli í loka árs en staf kórsins hefur verið ótrúlega farsæll. Haldið verður upp á þau tímamót í nóvember með veglegum hætti en kórinn hélt tvenna vortónleika núna nýlega sem þóttu takast mjög vel. Hilmar Bragi fór og tók upp ljúfa tóna. Yeah.
Leið og við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Blaðið okkar kemur út í hverri viku og aðgengilegt á Víkurfrétta vefnum vaff.is. En við prentum líka og dreifum á 30 staði á Suðurnesjum, meðal annars í allar helstu matvöruverslanir. Í blaði vikunar eru nokkur mjög áhugaverð viðtöl, meðal annars við Keflvíkinginn Jón Þór Karlsson sem hefur verið búsettur í Bandaríkjunum í nærri 40 ár. Hann hefur lengi haft þann draum að bjóða upp á pulsu með öllu á íslenskan máta og það gerir hann núna í endurbættum pilsuvagni. Þá sagt frá mögnuðu heilsu átaki sjómanna á frystitogurum Þorbjörns í Grindavík. Við hittum svo veiðikonu sem veiðir lítið en hnýtir eða réttara sagt heklar veiðiflugur af miklu móð. Bóndi hennar veiðir svo með flugunum og nær góðum árangri. Fleira mætti nefna eins og viðtal við Helga Sigurðsson, þjálfara karlaliðs Grindavíkur í fótbolta og viðtal við 3 stiga skyttuna Telmu Dís Ágústsdóttur úr Keflavík. Við fjöllum golf á vefsíðun okkar kylfingur.is og nú eru íslenskir kylfingar að komast í vor og sumargýrin, en svona rétt til að kveikja í golfferðalöngum sem eru margir á Íslandi, þá hér stuttur bútur úr innslagi okkar frá Höfðaborg í Suður Afríku, en þangað kíkti kylfingur.is ekki alls fyrir löngu. Þó leiðin sé löng þá ferð til Suður Afríku þess virði þegar leitað nýrra ævintýra í golfi. Kylfingur.is flaug suður á bóginn í hópi Íslendinga alveg niður til Höfðaborgar Cape Town í Suður Afríku til að skoða og spila nokkra áhugaverða golfvelli. Þeir eru þar margir og nokkri þeirra fara ofarlega á lista yfir flottustu golfvelli heims. Kolbeinn Kristinsson hefur átt annað heimili í Suður Afríku síðustu 2 áratugi. Hann hefur leikið mikið golf í landinu sem hann lofsamar sem frábæran golf áfangastað. Við erum nú búin að fá hérna eitthvað 700-800 gesti í gegnum tíðina til Suður Afríku og margir þeirra hafa komið aftur og eru sammála mér það að Suður Afríka eitt af topplöndunum í því að koma og spila golf. Veistu hvað mikið af völlum? Þetta mikið af svokallum resortum eða? Já, það nú töluvert af resortum hérna og það náttúrulega mikið af völlum en það ég myndi halda að það væru svona 50-60 topp keppnisvellir hérna í þessu landi. Og það náttúrulega veðurfærið þvílíkt hérna, það náttúrulega þetta stunda þetta leikandi alltaf ára kring og vellin alltaf í frábæri standi. Já, það bara þannig eins og þú hefur upplifað núna síðustu 10 daga að þetta náttúrulega alveg einstakt veður til að spila golf í. Við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst í næstu viku. Þá verðum við með skemmtilegt innslag frá Mánagrund. Þetta hann verðandi frá síðu. Ég heiti Páll Ketilsson hins vegar og fer kannski seinna á bak. Við sjáumst síðar.